Nú ætlum við aðeins að kíkja á rafmagn. Rafmagn er eitthvað sem við notum ofboðslega mikið af og erum algjörlega háð. Ég veit ekki hvort að þið hafið prófað að lifa í nokkra daga án rafmagns. Það þurfti ég að gera sem krakki þegar ég bjó út í sveit þar sem að rafmagni fór og gat verið rafmagnslaust í 2-3 sólarhringa þess vegna. En þetta er bara snúnara en við höldum. Því að við notum rafmagnstæki á hverjum einasta degi. Bara það til dæmis að elda mat er snúnara. Það er alveg hægt, það er að nota gas eða kol. En þetta er ansi snúið. Við fáum rafmagn frá virkjunum á Íslandi sem koma með aðveitukerfi í húsin okkar. Það kerfi er mjög flókið en við ætlum ekki að fara í það nánar. En rafmagn er í raun ekkert annað en rafeindir sem eru á hreyfingu eftir vír. Og þessar rafeindir þær innihalda orku og það er orkan sem við notum. Rafeindirnar fara svo aftur tilbaka, það er alltaf 2 snúrur í öllum rafmagnstækjum. Ein snúra inn og svo önnur út og þær liggja saman hlið við hlið í sömu svona stóru snúrunni. Þess vegna eru 2 pinnar á öllum klóm, þar að því það er annað fyrir rafeindirnar sem kom inn og hitt fyrir rafeindirnar sem fara út. En rafeindirnar sem að fara út, þær eru í raun orkulausar. Svona lítur klóin út en inni þá lítur þetta svona út. Þetta er tengt við vír hérna og þetta við annan vír og svo liggja vírarnir hlið við hlið og það er gúmmí utan þá því að þeir mega alls ekki snertast. Þá er hægt á að það bara komið skammhlaup og þá getur kveiknað í.